Jónas velkomin Takk fyrir maður. Já, velkomin, geggja að fá þig með þetta hafðist Gaman að koma Þetta hafðist, þú varst að díla við einhverja stafrænar truflanir Já, ég náttúrulega starfa líka mikið í forritun og með vinnum mínum með fyrirtæki og við erum með alls konar verkefni og það getur verið rosalega hafari og við vorum fastir í verkefni sko, sem að ég bara komst ekki út úr Hvað var það? Ég mjög forritun Þú veist, það einhver dims sem satt fastur einhver dims sem átti ekki að vera þar en var þar eða einhver dims sem átti að vera þar en var þar ekki Nostradamus Já, þetta nákvæmlega hannig sko, þetta náttúrulega mér finnst þetta alltaf rosalega skemmtileg heim það sem gerist í það eins og þarna við erum að gera app sem að fara að koma út bráðum fyrir stórt fyrirtæki og þá sko lykillinn hann að sem sagt þú kannski með stórt fyrirtæki sem með fullt af einhverjum gömlum kerfum og svo allt inn að búið til app þar sem allt bara æðislegt og þú ferðast og gerir og græjar á móti einhver sem kannski tæki starfsmann á plani að gera bara fari 3 kerfi og eitthvað til að laga og þá þetta það sem svo rosalega mikið með forritunina þetta að þú veist maður þarf að sena sig svo mikið maður þarf að fara svo djúpt inn í það sko og við vorum með eitthvað, það voru alltaf komið villur og þegar ég var að skoða kóðan þá sá ég þessi kóðir á flókin það svo merkilegt með forritun og svona tölvur, minnst það líka bara með allt ef fólk að útskýra, maður skilur ekki þá eitthvað að það ekki það bara hvað þeir eru hvað það vel gert það svona, býtu, það eitthvað að þetta á flóki, ég næ ekki að skilja hvað þetta að gera og svo og þá þarf maður að fara með þetta og setja alveg inn í hausinn og þá fyrir maður að upplifa svona í hugunum hvernig kerfið flæðir og já þegar ég þarna og þessi þjónusta fyrir í gang þetta þessi slekkur og símanum allt í henni og þá fyrir þetta niður og það rosa skrítið hvernig það gerist sko. En þau ekki líka byggja eitthvað nýtt ofan og eitthvað sem er ekstra styrun eða eitthvað sem gamalt Ég nefnilega það líka kunst sko. Það nefnilega svolítið skemmtilegt við það og ég veit ekki út af hverju en það það sem ég sérhæfi mig í forritunni í staðin fyrir að búa til eitthvað alveg nýtt mér er svo gaman að búa til Það ekki bara eitthvað vinna eða skil ég var að taka þess að umræðan daginn við kollega minna því ég kann ekki svo logga mig inn á Facebook sko. og hann alltaf, skil þú getur ekki bara að hlaða einhverju gömlu draslan og gamalt bara gera nýtt eða hvert það sko. alls konar þess að tengingar og allt sko. Ég alltaf skildi ekki neitt sko, en núna skil ég En þú hefur verið í svona forritun á trans þannig í byrjun vikunar þegar áttum að hittast ferði inn í svona, þannig að það kemst ekkert annað skil Já, ég fer inn í trans og þú veist og ég bara með slögt á símanum og þegar þetta keyrir kannski einhverja daga þá þú veist, þá gott að maður sé ekki á meðvirkur því að þú veist, það næst bara ekki í mig og ég er bara í svona trans sko og maður kemur bara heim og bara að borða með fjölskyldinu og bara Þú ert að bíða eftir einhverjum bara að blossa Já, það virkar þannig sko og ég svo Ég hef bara, mér fundist, ég fekk andlega vakningu í gegnum þetta að vinna við þetta og að vera grúska svona mikið í þessu og vera sama tíma grúska svona mikið í að hugleiða og andlegri iðkun þá þú veist þá rann þetta upp fyrir mig þetta svo mikið sko þú veist maður þarf að fara úr henni vitunu yfir í eitthvað dýpara level og þá allt í einu þú veist þá verður svona og ég held að þetta sé ekki bundið eins og mér finnst ég sjá þetta hjá bara góðu smiður, góðu vélsmiður, góðu rafvirki. Þú veist, þið veitir hvernig þetta þegar maður er að vinna með einhverjum og það eitthvað bilað og svo kemur bara eitthvað gamall kall og hann bara eitthvað svona, þú veist, sér bílinn og það er bara eitthvað, er þetta ekki bara kerta þráðurinn? Er þetta ekki bara þess að kalla innsæð? Er þetta ekki bara innsæð? Jú, ég það ekki. Jú, en þú veist, þessi blossi sem kemur sko, það lyftur. Og það er einmitt þess að ég hef mikinn áhuga á að skoða sko, veist, hvaðan er Miklikvellurinn sko. Þetta er Miklikvellur sko. Já, mér finnst geggjað þú veist að segja mér og hann, það er eitthvað tóm, það er eitthvað vakúm það er bara eitthvað tóm þarna undan skilur við og svo bara eitthvað kemur bara eitthvað og það er einmitt, þú þekkir þetta kannski í tónlist sko. Öll sköpun, hún er ekki út frá rökum sko. Þú getur samrýmt í rauninni yfir í reynslu út frá, þú ert analytikar sko líka búin að flokka og setja dóti í kerfi sko en sko ljósið kemur ekki það sko. Nei.
það skín þar í gegn sko, akkurat, eins og harpa sko. já, þú veist, þetta nefnilega geggjupæling sko, skilur að því að hérna mér finnst það sko mjög gaman, þú veist, ég er með svona element sem að ég átti mjög erfitt með, sem sagt, ég er með rosalega mikið kvíða því að ég var lítill og sem að ég hugsa, ég held að ástæðan fyrir að við séum að sjá, ok, mín kenning, veist, ég slengi mörgum fram, ábyggilegt að gera það með þér, bara til að vera skýr, þú veist, það þarf ekkert að vera hinn eina rétta skoðun, eða þú veist, ég hef svona alls konar hluti sem ég hef komist að niðurstöðu fyrir mig, ég held til mér að sko eina ástæðan fyrir því að við séum að fá svo mikið kvíða á svona í heiminn í dag og náttúrulega bara er bæði það að það sé miklu meiri bara vitundavakning og kannski er líka fólk að kveikja miklu meiri á næmninni sko. Kannski er að koma næmari sálir inn í heiminn, þú veist, það er ein hugmynd, önnur hugmynd er bara að við erum bara að kveikja meiri á næmninni sko. Bara samfélagið bara virkar einhvern veginn, það er bara eitthvað komið annað vitundastig á þessar plánundu. Já. Og við bara einhvern veginn og það er bara ógningandi þegar maður vaknar kannski 6-7 ára og bara allt í einu ég er bara í geðbiluðum heimi þú veist, það er eitthvað Trump og það er kjarnorkuvopn það eru nauðgarar, það er ofbeldisfólk þú veist, og hérna þú horfir á sjónvarp og þú allt í einu bara, sem held ég mjög mörg börn upplifa bara, hvað er ég að gera hérna? Þessi heimur er stór hættulegur og ég upplifði það sem bara, ég var rosalega obsessed af kjarnorkusprengjum og eitthvað svona dóti sko. Og svo var ég líka rosa analytika að lesa og stúdera tölvur og forritun og svona og þetta var rosa erfitt veist, ég átti veist, þetta er ekki eitthvað eins og það hafi verið bara þetta var svo frábært, þetta var eiginlega ég hef alveg verið til í þessum tíma held ég bara verið ekki svona. Fast er eins og varst að upplifa títt, svona var ótti svona rosa mikið ákveðin svona þráður í lífinu. Já og óttin var, þú veist, óttin var við kjarnorkustríð, bara þegar ég átti hann í 10 ára. Eins og þú hafði eitthvað að stjórna því. Akkurat. Kjarnorkustríð og mamma og pabbi myndi degi í kjarnorkustríði og skilur og svo náttúrulega áttin við að á dauðin, ég var svo hræddur. Þið er þetta ekki bara allt ótti við dauðan? Er það ekki? Þetta er bara dauði á hverju, bara hverju sem er, bara eitthvað degi, eitthvað endi. Eitthvað endi. Og hérna, og svo var ég líka svo hræddur við hvað gerist eftir dauðan. Að ég var bara mjög ungur búin að reikna með að það niðurstöðu ég bara, býtu, ef ég degi og er dánu eilífu það er hræðilegt en ef ég lifa eilífu, það er hræðilegt líka mér fannst það alveg bara sem ég fekk í maganum til svona að ég myndi lifa eilífu og hann hafa bara lús Ég var að döða þetta Þetta er henni lús, þú segir sko, hræddu við það sem gerist eftir döðan því á sama tíma ertu þá sko líka hræddur við það sem gerist fyrir döðan sko. Ég veit það, maður er bara hræddur en er þetta ekki akkurat bara hérna hvað væri gott yfir þetta í íslensku með að segja svona the human condition er þetta ekki það bara að vera manneskja að hérna að það er stjórnlaus ótti í okkur og við bara þú veist, við bara einhvern veginn sittum hann í einhverja búninga en þetta er sér sem mikið sama tilfinningin eins og hérna þerapisti sem ég hef farið til í mörg ár hjálpaði mér að skilja rosa vel að þegar ég er lítill þá var ég fullur ótta og þá varpaði ég yfir eitthvað fantasíur að það sé skrimslu undir borðinu eða eitthvað, það kom í kjarnorkustríð eða eitthvað svona dót svo verður maður eldri og þá, þú veist, kemur svona skynseminn og maður fyrir svona meira á Bandaríkjanna rússar er ekki að fara í kjarnorkustríð og svona skynseminn kikkar inn það er ekki skrimslu undir rúminu og þá er henni aðlagast sko óttinn og þá bara allt inn er þetta djúvill er þú glataður djúvill þú varst gerðir algjöru fíbli í germaður og hann akkur ást að segja þetta akkur ást að gera þetta lag og þú veist, og þá er maður eiginlega komin í aðstöðu sko sem maður getur ekki unnið sko Þetta er sko að tala þetta bara sem sásökar þetta er bara sásökar líkami eins og Tolli talar ekkert annað sko Já bara kallar og sásöka, bara í hvaða formi sem er sko. Mér finnst það að vera ég var rosalega hrifinn þegar ég byrjaði að hlusta á Eckhart Tolle og lesa hann þegar við vorum í Danmörku og mér fannst hann vera að því hann er svolítið analytikal hann er það, en það er hann akademikar sko. Já, einmitt það er kannski svolítið það sem við þurfum í dag er svona rödd, þú veist svona að því að við erum svo mörg, svo vöndi að vera einhvern veginn og þá er ég ekki endilega að segja vísindi séu eina leið en við búum í samfélagi þar sem svona
þú veist, við viljum að hlutinu séu matrítir á eitthvað svona hátt sem maður getur séð, já, hvernig komst hann að þessari niðurstöðu nákvæmlega og svona, já, þú veist og meðan hann gerir það rosa vel og þá spurningin sko hvað þarf að gera þetta pain body já, ég var að fara inn í það strax mér, sko, mér langaði að fara bara alveg á búla kafin í myrkri sko. Og þú veist því ég var með að spá þetta með ótta, ég var að hugsa þetta ég lá í baði á hann sko, ég var með að hugsa óttan sko, þessar samræður sem við vorum að fara inn í og ég allavega fyrir mitt leyti, ég kemst að því að óttin en ekkit annað en sko orka sem myndast við ákveði viðnám eða friksjón sko. Og friksjónið ég ekki að sætta mig í rauninni við sko, núið sem ég að upplifa í rangumundum og ég að streitast á móti sko. Veist, og ég bara með bara eitthvað gimmaldur frá mig og það bara eins og eitthvað svarthól sko. Og ég horfi inn í það sko, en ég hef ekki sko, hugur ekki til að stíga þar inn sko. Fattar þau? Ég fattaði 100%, ég sammála sko. Svo aftur á móti annað sem kannski, eða þú veist, áskorun þarna sko, fyrir mjög mörgum þetta bara svo abstrakt það sem þú veist að segja, þetta er svo abstrakt það bara, hvað meinarðu? Eitthvað streitast á móti þetta bara saga lífsmins já, hvað ef að þú veist, ég bara nú að labba heim og bara kemur eitthvað maður og bara lemur mig, þannig að ég örkumlaður þú ert í rauðagerði sko já, ég veit það allt getur gerast be careful þá segir maður býtu að það ég þá streitast á móti ef ég óttast eða eitthvað svona skilur en samt á sama tíma þá þú getur slegist í kærleik að því nefnilega það sem að gerist hjá mig til dæmis ég uppgötaði þetta þegar ég var þessi ár sem ég var úti og þá er svo mikið að pæla í þessu og eitt af því sem ég upplýði eftir eignast börn ég fór að verða flughræddari en áður og alltaf þegar ég var að fara í flugvélina þá var eitthvað ímyndum með henni þetta er Icelandair vélin sem hrappar þú veist og þegar ég var að labba í flugvélina þá var ég að horfa myndavélina þetta er síðasta myndin af mér best að brosa þetta verður í kona mín og börnin þetta að horfa á þetta mig lappin í vélina rapaði og þetta ekta svona ótt þetta byrjaði að spinna sko. Og svo byrjaði sko rödd skynseminnar að reyna að segja nei Jónas það eru 1 á móti 10.000 að flugvél hrapi fór tölfræðina virka ekki neitt og það var svo magna það sem að gerði svo loksins að ég hef búin að vera í þessum pælingum að hætta streitast á móti að þá alltaf fekk ég þessa upplifun bara ok ef það eru mín örlög að deyja þessari flugvél leið mig það bara að gera það með stæl það geggja sko þá bara fór ég að hugleiða og biðja bara til almættis hvernig sem það er bara kæra almætti þú veist ef það er mín örlög að deyja þessari flugvél leið mig það bara að deyja bara svo alvöru bara hugröft manneski kemur svona lítil myndaðir framan á forsíðu Morgans fattar ekki, ég sé það fór margir degi í einu kemur hana lítil mynd hana Jónasi en finnst það hvað það skrítið að þarna óttinn hvarf að ég sagði bara ég bara einhvern veginn þetta er fáránlegt, ég veit það en ég sætti mig við að ég myndi mögulega degi sæflugferð og þá væri bara ætlaði ég bara að mæta því óttalus og þá skilur, þá er eins og ég var búin að slökka á þessi tókstreit hugans og svo alltaf þú veist lendi ég bara og kem heim en þetta svona hef ég upplifað þetta með þú veist, einmitt eins og þú segir að óttinn sé kannski á einhvern hátt komin rosa mikið þar í kjarnanum á okkur að við viljum sko aðra útkomu úr lífinu heldur en kannski endilega að við höldum að sé að fara að gerast að við höldum að sé að fara að gerast ekki það sem er að gerast að við höldum að sé að fara að gerast og það myndast þessi innri núningur og það þú varst að tala með dauðan og tómið sko, ég nefnilega þú veist, ég veit alveg þú veist, það er svolítið erfitt fyrir margt fólk eins og það sem ég verið að gera í tónlist að ég verið alltaf mikið þarna stundum þeir sem hafa ekki hlustað á minni tónlist þegar það kemur fyrst að skrítið því þegar það ekki bara mest svona hamingjan hér og svona ég hef aldrei hlustað á tónlistina nei, ok
en þannig að þú heldur kannski bara þetta sé allt bara happy go hérna hamingjan hér. Ég veit ekki hvað það snýst sko, ég hef ekki það getur meira bara eitthvað kannski svona Múkisson eitthvað stíllið þessu, ég veit ekki. Já, en það bara eitthvað svona, þú veist, í rauninni það sem ég myndi segja einkenni þess að ég gert tónlist bara fyrst og fremst það að sko reyna að fjalla allt þetta. Þú veist, að vera ekki að búa til, þú veist, að vera ekki að búa til einhver svona fantasíusögur, heldur vinna með mig og minn sannleika. Og ég rosalega oft unni með, þú veist, dauðan sem hluta því. Og og þunglindi og svona. Á þess að vera, þú veist, að fara inn í eitthvað að búa til einhverja mynd af einhverjum manni sem meira bara svona, þú veist, að reyna að vinna með það sem ég hef upplifað. En hefurðu hort altså dauðan í augun, hefurðu verið nálægt dauðanum í einhverju formi, veist? Já. Hefur eitthvað dáið bara í þér? Já, ég held í hendina pappa bara í haust, sko, hann dó. Og það var mjög mikið svona, mjög áhugavert. Það var svona, fyrir mig var það bara svona rosalega svona mikil staðfesting á því hvernig ég sé heiminn. Að þú veist, ég bara satt hjá honum í kvattan, hann var bara hana, svo bara allt í einu, og ég fann það bara. Ég vissi nákvæmlega hvernig hann dó. Svo sá ég bara líka mann einhvern veginn svona breytast í hylki, sko. Og þetta var svo opbúslega augljóst. Svo súrrealist á sama tíma, sko. Á sama tíma, sko. Já. Og já, og þegar ég var 18 ára, þá lendi í bílslýsi, þá fórum við tveir út af, þá vorum við að flýja undan lögreglunni, ég og vinur minn og hann var að keyra fullur og við fórum út af bara á eitthvað, bara ótrúlega miklu hraða, og þá var ég bara alveg svakalega, þú veist, það er sem sagt núna 30 ár síðan, já, bráðum, og það er svona moment sem ég hefði átt að deyja, sko, sagt að, eins og ég veit að lögreglumenni sem voru að elta okkur, þeir bara stoppuðu og fóru ekki út af bílnum í smá tíma, þeir voru bara svona peppa sig að fara, kíkja á flaggið og svo var ég bara inn í því, þú veist, bara alveg heill og brákaði hryggjarliðir eitthvað svona, en þú veist, ég var bara slapp alveg ótrúlega vel. En félaginn? Hann kastaðist út og brotnaði mjög illa, en þú veist, sama með hann, að það var algjört kraftaverk. Hann var ekki í belti og ef hann hefði verið í belti það hann ekki sloppið í bílinn bara svona böndlaði utan um mig og þá var ég 18 ára svolítið mikið týndur, sko, og mikið að drekka og mikið á fullu og partí og svona, og ég lét þetta ekkert stoppa mig, ég stoppaði nokkra mánuði og svo byrjaði ég aftur en þetta blandaði einhverju frægi, sko. Þú veist, þannig að mörgum mánuð seinna svona, þá fór ég að vakna vitundar að ég hef fengið alveg ótrúlegt, sko, annað tækifæri. En þetta moment með pappa hennum daginn, varstu, sko, gastu skilið við hann, sko, veist, voru þið búin að gera upp, veist, ykkar mál, bara svona eins langt sem það náði? Varstu sáttur við erum í þína afgreiðslu? Já. Það var alveg þannig? Já, og það var bara mjög, þú veist, og mér finnst að því að við erum að tala dauðan, sko, og kannski, þú veist, fólki finnst það óþægild umræðni og ég hef alveg tekið eftir í þú stundum ég með eitthvað á tónleikum og ég eitthvað með næstarlega fellar dauðan og ég bara finn það hvað að leggja mikið á fólk. Finn það bara, helmingurinn í salnum hugsaði bara ég er komin ekki til að gleyma ekki vera að minna mig á þetta en sérðu fegurð? Ég sé fegurð í dauðan. Já, og einmitt, sko, í sorginni er viss hamingja líka, sko. Já. Þú veist, ég hef verið altså ég hef einmitt verið á þessum stað sem að dó manneska í höndunum á mér altså í slysform og alveg brjálæðislega dramatist, sko. Og það streitist allt á mótin og sama tíma er bara eitthvað autopilot í gangi, sko. En ég held ég hef mér aldrei liðið eins
mikið lifandi Já. og eftir á og svo þetta kom áfallastreitan á eftir og allt keyrði í einhverja mánuði bara einhverju rugli sko en alveg ótrúlegu prósess að fara inn í þessa sorg og þessi áföll og prósessa þetta og geta sleppt tökunum á þessu sko. Það er rosalegt líf og rosalega orka sem fylgir þessu sko. Kerfið mitt fór alveg í steik sko. Ég brusti allir út í exemum og ég fann það bara að það væri að fara í gegn altså hérna núna í haust já í haust þegar pabbi dó já. Og ég líka bara svona ég fann það bara, ok, nú hérna komið þessi og ég fór bara og tók mér einhverja daga þar sem ég satt bara með myndir á honum og skilur, bæðist ekki frá mér þetta bara fór inn í þetta fór bara viljandi inn í sorgina og ég eins og ég upplifði þetta með pappa að pappi var bara old school maður bara alveg frábær karakter bara ótrúlega góðu maður og svo bara alls konar lífið alls konar og hérna við áttum að tíðanbila sem við vorum ekkert að tengjast sko, og hérna og kannski tjáningin okkar á milli ekkert eitthvað, við vorum ekki að ná að tala einhverja tilfinningar þegar ég ungur eða svona skilur og hérna svo verði ég eldri sko og sérstaklega þegar hann verður líka eldri og fyrir að veikjast þá svona er eins og hann mildaðist sko eins og gerist oft svo þetta fallega Þetta er nákvæmlega sem ég vildi koma að sko því ég átti samræði við mann í gær sem að við vorum að tala um sko þegar jegið sko er að samsama sér með efninu sko eða hjúpnum og svo þegar hjúpurinn fer í hrörnun sem er rauninni bara breytingar og hrörnun og það fer grísjun í efnishjúpnum að þessi stað og ef að sjálfið sko heldur sko fast í þessari samsömun sko þá fer það að myljast einhvern veginn með og við förum úr því að verða meðaldra yfir í eldast og svo bara fer hugafærið það bara fer að hrörna og við förum í 8 og við verðum hrædd gömul og svo vorum við að sjá þetta á hinbógin sko og það er sko ef að samsömunin á sér ekki stað ég er allt svo ekki líka minn ég er eitthvað ljós og það hefur með eilíðar eðlilega að gera sko eða bútaeðlið eða krisseðlið eða hvað þetta nú er að þegar að grísjun efnishjúpsins á sér stað þá fer ljósið að skína betur í gegn og þetta sé alltaf að koma inn á þegar þú sér pappa hann eldast sér hann fara inn í 8 og inn í þungan skilur eða fer hann að skína í gegn og það er oft áttu þegar við förum aftur í barndóminn sko fattur þau? Ég er allavega bara mjög sko ég óska þess að fá að eldast þannig að ég verði saklaus og öðrunni barnslegur og mér finnst það rosalega fallegt þegar fólk eldist þannig mér finnst svolítið sorglegt þegar ég sé reitt gamalt fólk mér finnst svona reiði og svona það er eiginlega eitthvað sem maður á að leifa sér ungur það er bara frekar glata en þetta er náttúrulega bara ótti já, þetta er rauninni bara það að þú ert búin að fara í gennum finnst mér, ef þú talar rosa reiður og ósáttur og stjórnsamur og ráðríkur gamall maður eða kona þá er eiginlega finnst mér, þá er eiginlega bara svona ok, það er önnur umferð að fara stað sko. Þú þarf að fara annan hring þú ert ekki búin að ná þessu sko. Þetta er Groundhog Day sko. Þú bara fara út úr þessum heimi og það bara, já vinur minn, þetta var fínt sko en náðum ekki alveg hérna í endina þannig að þú ert að fara bara aftur og fara annan hring ég held það, ég held að ég myndi að segja, ef þú tekst og þetta er nefnilega það sem er fegurðin í lífinu, finnst mér, það er að lífið tekur allt frá okkur, ímyndað er kannski maður er, segjum að þú ert ungur, þú hefur útlit, þú hefur útgeislun fólk sér þig og bara, maður er búin að klæða þig flott og shining og allt þetta, svo safnar eiginleikum þú er góður að smíða, góður á gítar þú er flinkur í þessu ég kann þetta, ég man ég man að höfuborgir allra landa í heiminum á jörðinni og þú veist, þú dingla-ling-a-ling og þú er góður í að tala með konur eða eitthvað sko og svo ferðu út í efnisheimin og gerir og græjar og þú farið kannski í tónlistarverðlaun eða þú farið einhverja viðurkenningar og
svo byrja lífið bara, svo bara hana 40, 50 þá byrja lífið bara reyndi dag hýrðild allmaður bara ef listamæður, 9 artistarnir koma þú gleymist útlitið fer að þú veit ekki svona unga fólki bara svona, já þessi gamli já ég veit hver, eitthvað svona og alla viðurkenningar sem þú fékkst, það búið að gleyma því og svo fyrir þú að gleyma hvað höfuborg tvikla setni og svo bara lífið reytir alltaf á okkur aftur þetta náttúrulega svona auðmýkjandi ferli maður pæli í en maður ég held að því meira sem maður trúar að sér raunverulegt þegar maður að leiðinu upp þeim erfiðara verður að fara niður en þú komst með flotta samlengingu sem ég heyrði daginn altså í öðru hlaðvarpi og það var með þetta með storknandi hraunið já, einmitt og það var kannski svona í takt með hverju möguleg í gangi núna Ég trúi þessu rosalega að það við komum inn í heiminn ég held að við séum guðlega verur hvað þýr að vera guðlega vera það ekki biblíu guðlega vera finnst mér ég held aftur á móti að þessar allar hugmyndir sem við erum að nota eru hvað sem ímyndi eitthvað bara maur sem að labba í eyðimörkinni og þú keyrir framhjá á mótíhjóli og 120 km hraða hvaða hugtök notar þessi maur til að lýsa þér á mótíhjóli þannig erum við að tala Guð við erum svo langt frá að geta þannig að hugmyndin hvort sér rétt biblían það bara við finnum hvort sem svo langt frá því en ég trúi því að við séum í rauninni einhvern hátt við erum verur, við erum ekki efni við erum í efnis veruleika, alveg eins og myndin Avatar ég trúi því líka að við séum að í eitthvað svona vakningu núna og þess vegna svo mikið að myndum að koma með okkur það er svo mikið að svona táknmyndum að koma eins og í gegnum bíómyndir, svo Matrix, Avatar ég meina við erum að tala þetta já, við erum að tala þetta spáði því já, ég er að vinna í forrituninni og ég sé bara, wow og svo les ég quantum physics og ég sé bara, þetta er bara nákvæmlega eins og einhver að forrita heiminn það er bara nákvæmlega sem er lögumál og er þá forritinu komin inn í heiminn til að hjálpa okkur að skilja þú veist allt þetta og ég man ekkert hvað spurningi var sem að ég ætla að svara nei, og með storknaðar hraun að ég held að við erum guðlega verur þegar við komin í heiminn þá erum við guðleg að því leiti að ég held að okkar eðlilega tilvist sé eins og börn til dæmis held ég að Guð sé leikur og sköpun og ég held að okkar guðlega ástand sé að leika okkur ég held að sé ekki óþroskuð börn ég held að sé í rauninni storknun heimsins lætur okkur hætta að leika okkur Shit, hvað þetta verður alvarlegt maður já, ekki þú heldur tala dauða nei, ég meina í þessari storknun já, ég skildi og það er bara, ég fer að taka mig svo alvarlega þetta verður svo alvarlegt og þetta er svo mikið fíblum að en það er að breytast núna, þú sér það samt að fólki, þetta er ekki allt svona alvarlegt lengur nei, en þú er bara samin alvarleikan og lífið og leikinn nefnitt ég er alltaf í leik þú ert mikið leik, en þetta er bara með jákvæðara mönnum sem ég þekki ég er bara að grípa og svona og svona, raunið, það rennur til og hvað gerir þú svona, hvað leikur þú með? Bara alls konar bara þú þess að þú ert að gera nei, ég vinn rosa mikið, en allir vinna ég læri mikið, ég er í 2 skólum og rek fyrirtæki og börn og en það er all leikur fyrir mér, það er svo, örfa mig svo mikið það er það sem ég vil vera að gera en leið að þú finnur alvarleikan og að þú ert að hvað segir maður eins og þetta með gamla fólki og hvernig þetta verður allt svo alvarlegt og þungt og það er svo mikil eftirsjá og gremja og svo leiðis allt rastlir en við vítum alveg hvernig lífið þú veist alveg, þú hefur séð þetta milljónsinnum áður og það er bara einu uppið, ég skil ekki þetta þenni þangagang það get ekki sætt sér bara við þetta og flugfræðsluna, ég var með þetta ég egnaði spöld, ég flög til Kanari ég bara skilur við ég deg, bara slipa án föðs og Katrín, hverjum alltaf hún að byrja með það er ekkert mál en bara svo lengi sem að þeir eru góðið fyrir drenginu á það hvað hugurinn er sturla tól hann fer ekki eitt skref ég var komið mörg fram í tíman og það var bara með stafinn að berja það og svona skilur en þessi maður er ekki einu sinni til þannig
En svo fatta ég bara við deyjum þá allavega öll saman í flugvélinni, og það verður bara svart. Þannig að það hefur verið svona bótíma. Nei, en ef einhver þýtt að fara þá verður ég, sko, en þetta einmitt þetta, sko. Svo verður bara sagt að þú hefur einhver stjórn hvort þið sko. Og með óttan, eins og með börnin, ég var líka mjög lífhræddur, ég veit ekkert hvernig ég taklaði það. Ég held að sé bara að leiða börnin, þau fatt ekki dauðan, svo kemur eitthvað svona, þá kveikjur skilur, ok, eins og eldistrákurinn minn. Hann skilur fatta, skilur, hann talaði hvernig ég myndi deyja en daginn og skilur, ertu nokkuð að fara að deyja? Þú deyður örugglega, það gantast með, en svo fattar að dauðin raunverulegur og þá verður lífhræddur eða ekki, sko. Svo hvernig vinnst þú því er náttúrulega bara misjafnt, sko. En þetta ábyggilega sko eitthvað þrep í öllum börnum, þú veist, þegar þið fattar dauðleikann og það ábyggilega sko fyrst, eins og þú segir, mamma og pabbi gæti dáið, sko frekar en að ég gæti dáið. Það ábyggilega fyrst að svona, mamma og pabbi gæti dáið, þú veist, og það er svo rosalega ógulegt. Og þau eru uppsprettan, sko. Já, þau eru uppsprettan. Þau eru eina ímyndaðir, þú kemur inn í heiminn, þú veist ekki neitt. Þau eru inni bara druknandi maður grípur í haldreifi. Það er foreldrar okkar. Og þess vegna finnst mér alltaf, ég verð alltaf svona, ég veit ekki, ákafari það að við verðum að hugsa að passa börnin sem samfélag, þú veist, það megi ekki, af því það, þú veist, það hefur verið, en mér finnst gaman að heyra sem þú ert að segja, því ég upplifði þetta líka, mér finnst rosa gaman að sjá, sko, þú veist, rosa breyting á minni kynslóð, þú veist, í minni kynslóð eru, ég og marga vini sem eru ennþá bara að spila, þú veist, Dungeons and Dragons og eitthvað svona sem hefur náttúrulega verið bara algjörlega óhugsandi að pabbi og vinir hans var að gera, skilur og svo sem maður þetta núna ennþá, þú veist, nýri yngri kynslóðu, hvað er bara með leikurinn að koma inn og þetta frelsi og bara hafa gaman og sem er svo ótrúlega dýrmætt, sko. Fólk sér líka og sér bara með allar þessar fjárhagslegs frelsishreyfingar og svoleiðis, skilur, þú ert max, skilur og komar að stað, þú ert með alvarleikann, skilur, en þú ert samt alltaf á einhverju missjóni, skilur, og vilt hafa gaman að vegferðinni, sko. Þannig að lífið er ekki bara alvar og leiðindi, hagfræði og bankinn og svoleiðis, sko. Það er gamla, það er kynslóðan undan ykkar, skilur, ég er aðeins yngri en þið, sko, en hérna, þetta er svolítið merkilegt. Heyrðu, þarna, Jónas. Já. Þarna, við erum komin á svona alvarlegar nótur. Þarna, ertu eitthvað í svarthólunum? Já, maður. Sem er. Ég fekk maníu fyrir ekki svo mörgum árum síðan, sko. En ég er spenntur. Hvernig var þetta Interstellar? Varstu að tengja hana? Ég hef búin að horfa á hana nokksunum og hún skilur alltaf eftir eitthvað sem að ég bara... Er það Matthew McConaughey í endan og svo klárast þetta? Ég næði ekki utanum þetta. Ég náði ekki utanum hana heldur, sko. Náði ekki utanum hana? Ég ekki alla, en alltaf meira í hvers gets ég horfa á hana. Já. Einmitt. Ég held ekki sé hana 4 sinnum. Ég held að þetta sé svona, sko. Ég held að þetta sé hérna sko, umræðuefni sem er rosalega erfitt, finnst mér, með hérna þegar ég byrja að tala um þetta kona mín og hún bara byrja að tala um þetta að tíminn sé ekki til að því ég er sem sagt alveg 100% af því og rannsóknir mína sem bara ég lesi eitthvað en hérna já, ég er búin að horfa á YouTube-vídeó nei, ég er ekki næst en hérna rannsóknir mínar, segðu það bara haltu bara við það að ég hef bara rosalega gaman að spá í þessu og ég hef rosalega gaman að lesa þú veist, allt svona og hérna, þá sérstaklega finnst mér hérna svona quantum physics og þarna það sem að er að gerast í eðlisfræði og það sem að ég man bara þetta alveg mjög langt aftur, ég man alltaf eftir hérna eftir honum hérna hvað heit hann, Stephen Hawkins hérna, bóki sem hann skrifaði Svarthol ég las hann bara, þú veist, þegar ég var í fjölbrautaskóla, mér finnst það svo geggjuð og hérna og það sem er svo áhugavert og sem er svo, sko í rauninni það sem að læknaði mig við innan ótta við dauðan þegar ég fattaði tíminn er ekki raunverulegur og við höfum sannanir þú veist, við erum með sannanir við erum komið svo langt mannkynið, við erum með sannanir sko, meiri segja, þegar ég er með síman minn og síminn er að leiðbeina mér á korti þá er hann að taka merki frá gervitunglum sem er að brautum jörðu og að því að þau eru sko
á flýðferð í burtu, þá smá tímamismunur. Það einmitt varandi sko í rauninni já, þetta ekki sama pæling og þú setur 2 atomklukkur í rauninni eina við sjámál og kannski einu við fjallstind og í einhvern x tíma og þetta fer í rauninni eftir í rauninni allt svo segulafli fjarlæði þannig að í vakúmi þá líður ekki tíminn einmitt í rauninni ekki með, nei Er það sem útskýrir tímamismunin? Af því að hann stoppað einu stað og hann líður á hinu stað? Nei, það ekki sem útskýrir tímamismunin. Nei, tímaleysi. Já, en sko þetta nefnilega eins og þú segir, að sko tímamismunin, eins og þú segir, sem tímamismunin milli einhverja punkta, sem ekki af því, þú veist að við náttúrulega með tímabelti á jörðinni alltaf, það þetta bara sólarafstæðan, hvar sólarhringnum við en það þetta sko eins og þú veist, við erum með þetta sem kallast Newtonian physics eða Isaac Newton lögmál Newtons það sem eplið dettur á þessin og svona og það rauninni ennþá, við erum svo fast í því sko, því það svona eitthvað sem svo við skiljum svo vel, orsök og afleiðing þú veist, orsökin kemur á undan afleiðingunni og þetta svona módel sem við erum svo auðvelt með hugsum því að það svona intuitive það náttúrulegt fyrir okkur svo kemur Einstein og hugmyndir hans eru bara þannig að flestir segja bara þetta bara eitthvað rugl Gibbers já, en samt sko, hann samt með það mikil af vikt hann fær byrta greinar eitthvað svona svo byrja menn bara að sanna þú veist, hverja fætur annari og þú veist, og svo fara að taka afleiðing, þú veist, hverja afleiðingarnir eru til þess að gameskip sem ferðast á hraða ljóssins og gamefæri sem fer á hraða ljóssins frá jörðinni, kemur tilbaka að hann líði kannski 50 ár hjá honum á meðan að líða 50.000 ár í jörðinni hann búin að eldast 50 ár og hann kemur heim 50.000 árum eldri heim af því hann fór á hraða ljóssins að þá breytist tímið hans að líða hægar og þetta er ekki bara eitthvað svona mínu hugmynd eða eitthvað svona þú veist, Eckhart Tolle sjámiðill eða eitthvað eða spámiðill eða eitthvað skilur Nostradamus þetta bara í rauninni rosa mikið af tækjabúnaði í dag keyrir á þessum lögmálum þú veist bara alls konar tölvubúnaður og geostaðsendingabúnaður svona keyrir á þessum sömu lögmálum sem að ef þú reiknaði þessu lögmál til enda segja okkur að tíminn er ekki einn konstant faktor núna leið sekunda þú fer út úr herberginu fer eitthvað annað og það líður líka að þér 1 sekunda skilja það bara ef þú fer núna út úr herberginu að ljósa það og kemur tilbaka eftir hálftíma þá erum við bara sko, og hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur náttúrulega það að tíminn er einhvers konar upplifun er eins og bíómynd sem sagt við erum með annað dæmi sem ótrúlega flott sem kvikmyndir á hvaða tækni keyra kvikmyndir kvikmyndir virka þannig að einhver fattaði að ef þú sem sagt setur eða með svona myndir, ljósmyndir og skiptir nóg hratt að þá allt í einu hættir heilin að upplifa blip og fyrir að upplifa samfelldar hreyfingu og menn komist að það eitthvað 20 til 25 á sekundu það reytið sem þú þarft þá fer heilin að trúa því að það sé hreyfing en ekki bara röða mynda og eða ekki bara sama í gangi þú veist að það einhvers konar blekking sett í gang og hugurinn okkur trúar allt í en hann sé í atburðarás en það alls konar vísbendingar sem við erum að fá núna sem ég held að vera sem að fá að því við eigum að fara að vakna sko. Þú veist hvað? Ég held að sko sköpunarkrafturinn vill þú veist að við ferum að vakna sko, þú veist það er svona eins og það er búið að búa til þess að jörð og allar þess að snild og þú veist nú komið tími til að við ferum að vakna og segja wow, heyrðu, ég inn í þess að snild bara ég skil í stað fyrir að vera bara dáleitur að bara í þjáningunni þetta er svo umulugur heimur og allir svo vondur og skil ég hvað við en ekki skammtafræðin að fara með okkur inn á næsta stig hvað þetta var það sko? Jú sko því það sem gerist þá eins og með quantum physics ef við tökum það sem dæmi að það er þetta sem er lögmál þar sem heitir non-locality sem er svona eitt af þessum lögmálum það er sem að hvað því non-locality sem þýðir einni að það er til mig eitthvað sem heitir þú veist þess að við tala quantum teleportation sem er concept sem er ekki sannað en það er einnig svolítið eins og svarthol að það sé eins og það er til mig það er til
það samkvæmt kenningu Einstein þá getur ekkert farið hraðar en ljóshraði þannig að hraðasta leið sem við höfum til að senda til dæmis internetið hröðustu internettengingar eru ljósleiðarar því það ekkert til sem að leiðir sem að efni getur farið hraðar í gegn heldur en ljósið upplýsingar já og síðan eru menn núna að svona byrja að búa til prototypur af einhverju sem heitir quantum communications og þær geta farið hraðar en ljósið það bara eftir búin að tengja saman tvö svona tvær öryndir eða þú veist maður lesa mikið þetta ensku þetta er ljósendir eða ekki? Jú, þetta eru þú veist, ég ætla ekki að þykjast vera nefnilega ég er leikmaður hana þú veist, en ég er búin að lesa fullt af svona leikmannabókum en þetta koncept er alveg notað í dag þú veist, það koma svona frumgerðir af svona og þá samskiptin orðin það hröð að þau eru ekki hröð, það er ekki tíminn það er rétt það er ekki ferðalega upplýsingar ég fer hérna með talstöð og ég fer bara samtímis, við höfum rætt þetta áður hérna altså í samhengi með hraðalinn í CERN til dæmis það sem að árekstur tveggja rafeinda Þetta meina hérna og hérna niður og það hvernig það tala saman, hvað var það? Nei, þú ert með hraðalinn þú skýtur rafeindum á móti hver annari þangað til þú framkallar árekstur og þegar tvær rafeindir rekast á hver aðra þá í rauninni þá sé stað einhver klofningur og tvær ljóseindir verða til úr einni rafeind og þegar að ljóseind A þetta er mjög merkilegt altså verður fyrir hnjaski innan rýmisins sem hún er í þá sýnir hún ákveðin viðbrögð það er ákveð áreiti eða viðnám við struktúr sama í rauninni ástand á sér stað samtímis í ljóseind B Já Fattarðu? Það er sem að kalla entanglement cellular entanglement og þú myndir núna búið talstöð og ég er með annað atomið eða ljósindina og ég fer bara, þú veist, bara út úr sólkerfinu þú getur farið hvert svo vilt já, og við erum að tala saman, það er ekki díli það er ekki díli, við erum samtímis og þarna erum við komin í skammtafræðina og þarna er ég þarna ertu komin með eftir því sem ég er svona í mínum takmarkaða haus þarna ertu farin að spila inn í örugglega eitthvað skoðan hulduefna veruleika altså dark matter transport það sem mér finnst nefnilega sem magna hana að ég las bók sem heit The Holographic Universe og hérna hún fjallaði kenningar David Bohm sem var gamli danski hann var hérna breskur hann hérna danski hétt Bohr já og hérna hann var hérna að það fyndi, ég er ekki sem viss hann hétt hann ekki Bohr hann var ekki svo fyndi að þetta var ef maður væri alveg að fara að vitlast með öll nöfnina Fúsi klippur það en hérna já, en ég las hann að Bohm, ég man til því að og það var sem sagt, það var svona vísindamaður sem var rosalega hugleikið og hann gerði mjög mikla rannsóknir í svona fyrstu kynslóð af quantum physics og fékk Nobelsverðlaunin nema og svo þótti, svo bara fór hann yfir línu og var bara talið með svona hálfpartinn í svona crackpot hann fór að trúa á UFOs og hann fór að tala Akkur eftir ekki að gera það ég segi það og hans kenning nefnilega, svo kom hann með kenningu sem honum fannst útskýra heiminn sem ég finnst alveg sturluð og hún svo að heiminn sé holograf þú veist þannig í rauninni ekki eins og Matrix, einhver leiti eins og Matrix þannig að það er eins og allmis í hugmyndin í Matrix þá er rauninni bara þessi kóði sem er svo bara er rauninni býr til sem mynd, þú veist að ég upplifa að ég sé heimi og hérna að því, þú veist, þegar ég las þetta þá allt í henni fattaði allt sem ég lært forritun er eins og þetta bara svo til mis þegar maður er að forrita það er svo ótrúlega skemmtilegt þegar ég lærði forritun og ég fór að skilja hvað tölvan er alltaf að plata þig eins og bara sem dæmi að þú opnar hérna kannski mynd í tölvunni, bara svona stóra mynd þú sér svona brotafinni og þá getur þú svona fært hana til eða þú veist, áður notaði maður svona skrollbar nú dregur maður hann eitthvað til og þú veist, tilfinningi þín er náttúrulega að myndin er auðvitað þarna bakvið ég er bara að færa sjónarhornið
en sko forritarinn, myndin er ekki hann á bakvið Nei, einmitt wow. myndin er ekki á bakvið þú er henni bara hún er bara til sem abstrakt hugmynd í kóðanum og svo ertu henni bara að það sem við kallum rendera það sem er að sjást á skjánum og þú býr til þess að blekkingu fyrir notandan að hann sé að ferðast einhvern heim sko en þú ert í rauninni bara alltaf að láta hann fá þú veist það sem hann á að sjá og ef maður hugsa þetta svona þá allt í einu er þetta eins og svarthól og þetta quantum entanglement og svona þá, þú veist, mér finnst þetta miklu líklegar skýring heldur en string theory eða eitthvað 70 vítir eða eitthvað að þú veist og það finnst mér sko, mér finnst nefnilega tvennt gerast núna að þú veist, vísindamenn eru henni svo margir ekki spiritual þengjandi að þeir reyna alltaf þú veist, að búa til efnislegar þú veist, núna kemur eitthvað quantum physics sem bara er eins og bara efni og tími leysist upp og eitthvað svona og þá er eitthvað, þú veist, komið með eitthvað svona sem mér finnst það svolítið svona veraldlegar hugmyndir eins og svona, þú veist, já, það er einhverjir parallel heimar og parallel universar og eitthvað svona rosa dæmi í staðin fyrir bara, nei, kallið minn þetta er bara, við erum bara í myndvarpa og við erum bara komin alveg inn í kjarnan við erum bara farin að sjá hann sko. Og hugmyndin er svo góð hérna David Bohm þetta með sko að hann vil meina sko að ef þú farir inn í efnið og alveg inn í, sérst, þú fer í hvaða ljóseind sem er og alveg inn í kjarnaljósins þá endur í sama punktinum Sama punktinum og hvað? Já, og þarna nefnilega þarna kemur geggjuð pæling sem ég fattaði líka að forrita að þegar maður er að forrita að þá vinnur mjög mikið með fylki segjum að ég er að forrita skákborð sem dæmi og þá leikur þá hreyfir skákmaðurinn kannski, þú veist, hvað er þetta? B2, B4 Baldur eða hvað segir maður Davíð 2, Davíð 4 og þá myndi ég geima þetta í tölvunni ég myndi geima D2 til D4 og það er það sem við kallum tvívítt þú veit með sko X og Y og svo ef þetta væri kannski þú veist, og þess vegna er skákur svo góð fyrir mannsheilan að því við ráðum svo vel við tvívítt það er ekki til þrívítaskák í Star Wars já ok, ég myndum okkur þrívítaskák þá myndi ég geta sko hreyft mannin kannski D2 fyrsta hæð á D4 sjötta hæð og þá erum farin að tefla í sko stöðum sem að engin mannshugur geti skilið nei, einmitt en í tölvuforriti þá er þetta bara písaki, tölva getur bara krönsa þetta þú getur búið til sko 10 vita skák í tölvunni nema hvað að sko forritari geti ekki forritaða því hann geti ekki séð fyrir sér því að því að sko þú þetta var forritið til þess að forrita það sjálf já og það er ekki að því að en þá þetta búið til forritið það er bara sem að maður fattar með að forrita er að bara tölvan getur gert allt en ég þarf að skilja hvað ég vil hún geri áður en ég segi henni hvað hann að gera Vonlustótt, sko. og þannig og hugum minn er fastur í þrívít sem sagt eða settur yfir 4 vítir hæð, breidd, lengd, hæð og tími þú veist, ég er hérna í þessu núna klukkan 9 skilji hana og svo fer ég heim en svo eins og þegar við kannski farin að hugsa sko ef við ímyndum okkur að heimur sér blekking að þá er sko eitthvað vitsmunaverur hinum megin sem er ekki svona sko í vítum og þá allt í henni sko það eru rýmis, bara rýmis verur já það eru bara í einhverju þú veist það er ekki í tíma það er ekki í rými já það er ekki svona verur og þá þetta er ekki og það sem að gerist þá er það ef maður sittir eins og ég gerist ég fer í hugleyslu og ég fer inn í þetta og ég fer alveg að þessu þá finn ég bara ég er að banka í vegg það er nákvæmlega máli ég er að banka í veggin sem að þannig að Jónas þú getur ekki farið lengra þú ert komin á veggnum hvað þú getur hugsað já en eru ekki komnir bara á sama staðurinn og við byrjum því þú ert að bíða eftir þessum innblástri já að innblásturinn allt svo kemur einmitt hann fæðist já úr rýminu sko einmitt
þannig að við þurfum að fara að tengja okkur í sko rúmskynjuna hluta heilans mann Ingólfur, félag okkar, talaði hérna það var hérna hjá okkur og undan þér og í stað þess að vera í var það Ingó eða? Ingó var hérna, já hann var að hitta upp fyrir þig geggjað, sér ekki litla skrollið hérna það er 2,5 tími ég þurfti að taka hann og svæfingatækið bara til þess að taka niður í honum það verður geggjað en þá þurfum við að fara þangað og þá snýst þetta að horfa inn í myrkrið sleppa tökunum á ég sleppa tökunum á því að vita eða vita ekki heldur að treysta sko og fá upplýsingarnar sko í stjórnleysinu sko. algjörlega þarna þurfum við að fara að vaksa sko. við þurfum að fara yfir og þeir eru nokkru svona kallar sko. Rupert Sheldrake kannski sem þú þekkir veist, hann er sko, hann hefur verið fordæmdur sko, fyrir veist, sína nálgun en út af því að hann er orðin svo frægur þá er hann eiginlega orðin marktækur sko. Fattar þau? Ég held við þurfum að fara með vísindin í þess átt sko. Annars, veist Það er í hugleislinu að þú náir og báir og trist ég meina, lestu litla skrollið ég er búin að lesa hana þú má lesa þessa vitleysu nei, akkur er þetta alltaf kallar ekki konur skilur við, þetta er þessi fullt af konur, nei bara þessir það er alveg frábær punktur af hverju er þetta kallar og mér finnst það sjúklega áhugavert þetta er bara svona ég hef náttúrulega sko, við erum búin að lifa í sko ég er samfærið það að þetta hugmyndin öld Vassberans sem að 21. öldin er rauninni sko upphaf feminin bylgju heimsins sem sagt við erum búin að vera föst í maskulín hugsun og maskulín hugsun er sko og það er ómikil einföldum fyrst mér að tala kalla og konur kallar er oft meira maskulín ekki alltaf, konur er oft meira feminin, en ekki alltaf og við höfum öll ykkur á blöndu og við erum búin að vera bara í heimi sem er búin að vera það sem að maskulíni fór algjörlega úr böndunum og við sjáum það bara á 20. öldin verður bara menn mun bara horfa á þetta eftir mann setna sér bara þannig sjáu þið, svona ef að maskulíni fær bara að run wild það er bara með kjarnorkuvopn til að sprengja heiminn sko 70 sinnum sko og þú ert með sturlun í framleiðslu mengun arðráni og misrétti og framkomum gagvart þeir sem minna mega sín þú bara með gjörsamlega svona er maskulíni í ójafnvægi en maskulíni í jafnvægi er rosalega fallegt og ofboðslega bara ótrúlega fallegt þannig að maskulín orkan þetta er sem öll ævintýri í fjallum öll ævintýri í fjallum þetta að er rauninni sálinn sé losuð undan álagahjúpnum sko, sem er maran sko. og það er sko álagahjúpurinn er efnisíkjan sko. því sko prinsinn einn og sér er ekkert nema eðaleggjandi afl sko, hann þarf að tengjast inn í femína sko, til þess að verða að heilum manni eða heilri manneski sko. og heil manneski hún stuðla bara allt svo góðvild, hún göfgar sko. hún tætir ekki niður sko. Þess vegna held ég að það sé líka mér finnst gaman að tala þetta við erum að tala þetta, það er gaman en að einhver leiti svo líka sko, eins og allt þessi svona þessi kalla menning að vera alltaf einhverjum debate einhver svona hluti og einhver svona gáfumanna samfélög þar sem er verið að debate eitthvað svona það er rosa kallægt og það er svolítið fallegt konur bara nennis ekki það er bara, það er ekki að því að það er bara skiljið einhvern veginn intuitively skiljið, sumar og svo er alveg aðrar meira maskulín konur en svona þeir sem eru svona meira feminin og það sem er að gerast núna mér finnst að þetta er það sem alltaf tala í stjörnuspekinni sem allir vísindamenn blása á sko en í stjörnuspekinni tala það 21. öldin er þá byrjar öld Vassberans og feminin orkan hún rís og við þurfum svo mikið á hana að halda því feminin orkan er nærandi móður orkan sem að hugsa heildina og líkur ekki alveg eins mikið á að smíða eitthvað eða
skiljið, það er meiri eða reisa minnisvarða eða styttum sjálfan sig eða þú veist, fá einhverju orður en femína gerir það ekki einu sér sko, maskulín, þetta er einmitt þessi gildi meðal sko. Það er nefnilega, þú veist, og það er alls ekki þannig að þú veist, það er heitt og kalt, þú veist, það er bara nákvæmlega sama það er bara, ef allir pottarnir í, þú veist í Árbæjarleiðinni væru bara 70 gráður þannig er 20. öldin myndi ég segja sko en skilu, en hann að nú er bara komin tími fyrir kölduböðin sko og svo náu góðum balans en það var sko aftur á Svarthólum það var kvenmaður sem tók fyrstu ljósmyndin af Svarthóli ok búm, hún tengdi saman einhverja 14 sjónauka sko og náði fyrstu ljósmyndinni sem var altså var gerð opinber fyrir, var ekki 2 árum síðan muni ekki eftir þessu ljósmynd Draugasteinn Chuck Norris já það var þetta var bara þetta var kvenmaður já, ég man eftir og hann hugsið ykkur bara eins og var það bara geggju bók höfundur Íslands eftir hann að Auði Öfu og það er svo geggjað í því að það er sko sögupersonan kona sem er sko frábær rithöfundur og ljóðskáld en fær ekkert byrt, þú veist, að því að þannig að hún er að byrta bækur sem kallandi dulnefni en maðurinn hennar er svona wannabe ljóðskáld og hann gælta með kollunum á mokka þar sem þeir eru sko að stúdera og greina ljóðin hennar sko ljóðin hennar á meðan að hún er að strauja heima sko þetta er búið sko þetta er bara, það er svo stutt síðan þetta var þetta er amma okkur afi sko foreldrar okkar en þú sér þann þá móta fyrir fólkinu í veggjónum þannig á mokka sko þetta er allt upprunalega þú sér kallana skilju bara fytuförin í veggjónum sko. það segir Halla sér að reykja fínu sko. en það ég var með aðstöðum á skólavist ég fylgdist með þeim sko svona heitast hérna fyrir ofan líka og ræða heimsmálin sko en þetta er skemmilegt þú veist, þetta er nefnilega minn skemmtilega líka en það er kannski bara þetta er að breytast það er alveg gaman að vera kall og vera kallast eitthvað en þetta er bara, okkur vantaði bara jafnvægið ekki, þú veist ég held sér koma sko já, og einmitt líka þetta kallar dóminir í öllum vísindum þú veist ég var að hlusta á þetta Veru Illuga hún var að tala bónusetningar byrju það er eitthvað hættuleg topic, ekki? Bónusetning við erum meira svona búin með það við erum bara að fara við erum bara að fara eins langt og svona fækkingi næ sko. en það eru konur í sko mér veist einmitt sko að það var konarunni sem er svolítið svona sem á sko svona það er kona sem er kemur þessu til Englands þar sem hún var búin að sjá þetta notað, þú veist og enski læknar taka þetta og einmitt, þú veist, einhvern veginn í staðan fyrir bara eitthvað aðeins að stinga þið með, þú veist, þarna vessum úr sýktum, þá breyta þér sér rosa torture meðferð, þar sem að þú veist sjúklingunum þurft að vera fasta og vera svo skorinn þannig að hann blæddi næstu út og maður hægt að pæli, er þetta ekki svona ekkert eitthvað kalla þetta má ekki vera svona einfalt, þetta þarf að vera, þú veist, að taka allt og gera það að einhverju torture ferli og ég var að tala um þetta son minn sko, bara þegar maður var lítill og var til tannlæknis þetta var allt einhverju kallar og þetta var svo mikill sársauki, þau voru svo vondir andfúlir já bara þú veist bara svona sásaukin skilur þið, bara deyfingar eða veist bara rífa manni tönna og slóta mann vita bara eins og það verður með test prófaði þú í tannlæknarnas pappi fyrir síðan með rísa hendur svo tóra sjómaður aldrei með hanska eða neitt sko og hrikalegt sko nú við maður tannlæknar þetta er alltaf einhverja konur sem eru svo blíðar og góðar og hugsa ég var að tannlækni fyrir þetta þú geti fundið smá núna vinnur en það var þetta vond bara nei en veistu það, ég er að vinna með börnum og unglingum og þetta, veist, hvað var það þessu orku kvenlegu og karlegu orku þetta er alltaf bráðna saman sko. Veist, við megum allt það er bara hvað er lefilegt allt bara komdu með hugtak það er búið að brjóta þessa múra og það er bara alveg geggjað það er svo flott að fylgjast með þessu og þannig að ég er útrúlega bjartsýnn sko. ég er rosa bjartsýnn á heiminn
Þetta fredtólkarnir þurfa bara aðeins að deyja út. Já, þeir að gera það. Þú veist, þið sjáu bara sem með Trump og svona. Hann nær, sko, það svo mikill skaði í Bandaríkjunum. Það bara búið að fara svo illa með þessa þjóð. Í misrétt og svona. Af því að sko, kapitalismin hefur bara fengið algjörlega stjórnarferðinni. Þannig eftir seinni heimsstyrjöldinni er það bara svona gullöld, það sem bara meðaljón bara með risa bíl og grill í garðinum og eitthvað svona. Ég kýs reyndar að kalla þetta stökkbreyttan kapitalisma. Já, sammála því, að ég er ekki á móti, þú veist, ég er í fyrirtækjarekstri og öllu, þú veist, ég er bara alls ekki á móti, þú veist, heilbrigðu markaðskerfi, en þeir tóku þetta bara eitthvað annað level, það sem það er bara önnur umræða, en að og þetta svona samfélagið, manni finnst eins og sko, það er einhvern veginn ekki að ná og eins og fylgið sem að sem að Trump hafi, það er mjög mikið eldra fólkið. Já. Og þannig unga fólkið í borgunum og svona, það er bara ekki ennþá orðið nú stór hópur og það er ennþá kannski ekki komin alternativ sem að þau tengja við, en mann upplifir rosa sterkt sko, ég held að svo internet að tengja saman. Já. Þú veist, ungt fólk í Kína, ungt fólk í Japan, Tævan, Indlandi, fyrir til Kerala, þú veist, ungt fólk er bara einhvern veginn, þú veist, í sama svona menningastraumi, þannig að þetta eru rosalega spennandi tímar. Ég sé fyrir mér eitthvað alveg útjópíst drasl, sko. Og bara endalaust að ljósa. Við erum heppnir að fá að lifa á tímum þar sem allir þræðirnir kom saman. Þú veist, ég fekk að lifa það að það opnaði sko kínversku veitingastæður á Íslandi sko. Ricky Chan í Kringlunni, það kannski fengið sko djúpsetta rækja með frössum kartöflum og kótsósu. Þetta var China, og sko bara í Chinatown, skilur við? Svo bara einhvern veginn, og það var allir Íslendingar bara, wow, bara fjölmenningar samfélag, skilur? Og svo bara einhvern veginn fá við að upplifa það að allir þræðinni koma, þú veist, allir þessi matagerð sem hafa búin að þróast að 1000 ára af nokkuð samfélögum, nú allt í einu fáum við að lifa tímana sem að maður getur bara einhvern veginn, við getum flogið allan heiminn, upplifa allt, maður getur farið hérna í Reykjavík og farið í smá indverskan og svo taka kínversku og svo kóreska matagerð, þú veist, við einhvern veginn, við erum með svo mikið, þú veist, við erum með, ef ég hugsa bara um mínu afa í sveitinni, það var bara askur, bara með askinn og lambakjötið og þú veist bara, wow, og það er alveg, og við erum ennþá þjást sko. Það er eiginlega alveg, það var mjög alvarlegt. En hvernig virkar henni, ég ætla að spyrja, þú ert svo góður í forritinu og þessu, þegar Mjanmar og þegar mótmælinu þar voru að tala um að þeir slökkt á internet í smá tíma og það er til dæmis ekki internetin á Kóru, það er ekkert skilur. Hvernig er þetta hægt? Hvernig getur bara slökkt á internetinu? Já, ég líka spáði þessu, nákvæmlega. Já, bara því slökkt á internetinu. Ok, hvernig slökktur á internetinu? Einmitt. Internetið er alls staðar. Einmitt. Skilur, hvernig er það? Hvað gerist þannig? Hvað ferli fyrir í gang þegar er eitthvað svona takki bara? Já. Eða klippur á vír? Einmitt. Þannig hvað gerist? Þetta er náttúrulega, þetta er mjög skemmtileg pæling og þarna komum við akkurat að því sem að er rauninni mín sín, ég finn með rosa sterka tilfinningu afhvert sem eru sko, hvað er líka línan frá sko markaðskerfi yfir í infrastruktúr sem þarf að vera staðar og til mig sko, internet er infrastruktúr, það er ekki sko, þessi í Bandaríkjunum, internet er uppalegurinn í svona, þú veist, uppalega að datt engum hug að þetta getur business, að tengja saman tölvur og vísindamenn getur sendt hverju öðrum einhverjar vísindagreinar, þú veist, í háskólanum, þannig að það er svona komust markaðsöflun ekki inn í internetið fyrir en það var sýnt fyrir þau sko. Það var búið til alla stæluna, það var ekki til eins og internetið, það er ekki konsept í internetinu, það sem að ég get sko borgað og pakki minn fyrir raðar. Allir pakkar eru jafnir, allar adressur á internetinu eru jafnar. Þannig að þú veist, fátækasti maður með ódýrasta síma, hann er jafn á internetinu þegar hann setur eitthvað inn á internetið, skiljiði mig, en alltaf nú eru samfélagsmiðlar og svona búin að svolítið, þú veist, þess vegna svo margir svona tölvu ástríðumenn sko, eins og ég, sem að fúlir yfir Facebook og svona, að því að, þú veist, mann finnst þess að eitthvað fyrirtæki búið að setja þessi ón á, en það sem að, og þú spurður með mig, það er þetta sko, að það er þetta, til að geta átt sér stað, svona freedom of speech og svona eðlilegt flæði upplýsinga, þá verður það til infrastruktúr. Og það er bara þannig að það er hægt að loka fyrir það, veist, internetið, eins og allir með Íslandi, þetta er ekkert margir kaplar í rauninni, sækaplar sem að liggja til landsins. Ja, þetta er bara svoleiðis. Þetta er bara svoleiðis, það er alveg enn þannig. Þú veist að
gögnin, þú veist, þú getur alveg sendt gögnin við gerunötu og svona, en það er mjög óskilvirt, því þú veist að það ljósleiðararnir, þeir kemur svo mikið af upplýsingum að þeir fara að hraða ljósins. Þú veist, þannig að við erum með ljósleiðara, við erum með kapla með ljósleiðurum sem að liggja bara einhvers staðar inn til Íslands. En hvað? Frá Írlandi? Já, þeir eru frá Írlandi, það eru svona, og það er í Bandaríkjana, það er ekki, ég held að sko, ég man ekki, núna þarf ég bara að rifita þessu upp. Þetta voru alltaf bara 2, 3, sem þetta voru 2 megin kaplar, sem var bara tenging Íslands heiminn. Og þetta er oft verið þannig, þú veist, að þegar einhver bandarískir og európskir aðalar í samstæðum að leggja ykkur rosa sæstreng, að þá fá við að vera með, þú veist, hann fær að koma við hjá okkur eitthvað svona, og hérna sem menn eru bara, ég vildi að gera okkur greiða því að við erum ekki við teljumst ekki með í sko svona fjárhagslegu samhengi en hérna þá komum við aftur að því, þú veist, hvað mikilvægt að markaðsöflin fá ekki alltaf ráða öllu sko og hérna, en eins og þú með Norður-Kóreu þá í rauninni er landið undir það mikill stjórn að þú veist að það er bara hægt basically að loka á hérna, að þú veist það er ekki infrastruktúr í landinu. Þeir eru með eitthvað það er eitthvað ég veit ekki hvort ég geta bara þeir eru með sitt eigið internet en þú veist, þeir eru alveg miljón að hakka interneti sko, þú veist, það eru Norður-Kóreu getur þú komist inn á MBL í Norður-Kóreu með einhverjum hakkaraliðum og öfugt? Nei, af því þeir eru með eins og Kína Kínar eru með það sem að heitir The Great Firewall og þá ertu í rauninni bara með það sem landið er bara undir það mikill stjórn að hérna þú ert sem sagt að allir kaplar, að þetta eru at the end of the day sko eins og til þess að þú tekur bara Ísland og þú fer á bensinstöðar að þú bara setjast niður og skoðar sko hvaðan kemur bensin á bensinstöðarnar þá eru bara bílar að keyra á nóttinni og þeir eru bara að fara hérna frá Skerjafirðinum og þar eru bara stöðin svo bara, þannig að þú veist ef að þú sko bara myndir fara og gera eitthvað þar skilur bara, ég vil ekki að stinga á all dekkina á bílunum eða eitthvað þá allt í einu bara myndi allar bensinstöðuna þotna upp og það yrði bara hægt að róla bensinlust sko landið og þetta er alveg eins með netið sko, það er ákveðna leiðir sem að þú veist við erum með þetta sem heitir service providerar sem er rauninni fyrirtækin sem betur fer á Íslandi voru alltaf svo heppin að við vorum í svona sósíalísku landi sem sagt Póstur og Sími þú veist að í gamla dag þú veist það var bara lagðir vírar heim til allra svo í rauninni liggja allir þeir vírar í einhverja stöð og allir, svo tengist allar stöðvarnar í einhverjum móðurstöð og hún er tengt með einhverjum kapli í einhver svona mega internet vír skilji og þannig að ef að maður stjórnar landinu þá er ekkert mál að skoða bara ok, hvað eru margir, það eru 3 stöðvar fariði og klippið þessar 3 stóru víra og þá er rauninni getur bara fólki talast saman sko inn á netinu en ekki út úr því sko. Svo getur líka sagt bara, ég ætla að halda í einum kaplinum að tengda bara heim til mín það gera þeir náttúrulega Kim Jong, hann er bara með kapal bara og er bara að surfa Pornhub allan daginn hann er bara með Disney Plus og rosalega auðvelt að manipulera og stjórna þú ætla að vera að tala Facebook og svona heimfyrir bara yfirvaldið að hierarkíð yfir á Facebook sko og þú varst með allt eins og bara með bensín við getum alveg tekið á okkur að lama eitthvað þú getur lama landsspítalan mjög einfaldan hátt ef þú bara hugsa þess þetta er líka eins og þú veist bara við fyrir ekki það er líka eitt sem sko tæknin er að gera tæknin er að færa almenningi svo mikið vald sko að það verður erfiðara að skilja fólk eftir eins og við höfum gert að skilja ekki eftir heilu hópana eins og við erlendis þessum heilu hópanir eru skildir eftir bara í fátækt og einhverju vegna fá ekki að þú veist njóta sem tækifæri aðrir og verða reiðir og svona að þú veist að það er bara ekki við erum bara þar í dag að þú veist sæmilega Klaus Strákur getur búið til gervigreininda dróna sko með byssu sem að bara eldi mann þú veist það eru til robotar í dag með myndavél sem að elda þig þú veist hversu mikið mál var að breyta svoleiðis í myndi dróni, ekki roboti þið veitir bara svona kamerudrónar sem er ekki notað þegar þeir eru á skíðum eða snjóbrettum hversu mikið mál er að breyta svoleiðis dróna bara sem með eitthvað skotvopn það er ekkert mál ég segi sko þannig að í rauninni áskorun er að verða þú veist að það er alltaf verið auðveldar að búa til með tæknin tæknin er svona eins og valdeflandi tæknin er svo mögnuð sko fyrst mér hún er eins og margföldun þú ert með rödd í gamla daga voru allir með rödd
þú veist, í frystihúsinu voru alltaf einhverju 3-4 úksla fúlir sem vissu betur heldur ríkisstjórnin og þeir voru bara í frystihúsinu á kaffestofun að ranta en nú eru þeir á Facebook og nú eru þeir jafnvel að stofna hópa Facebook þeir eru bara fréttamiðlum þeir út allt þannig að tæknin er eins og margfaldari tæknin er búin að stækka röddera og þannig að tæknin margfaldar allt þannig að það verður eiginlega mikilvægara og mikilvægara fyrir okkur að passa upp á hvort annað en á sama tíma þá lamar hún rúmskynjuna hluta heilan sem að í rauninni blokkerar aðgang að í innsæði og í sköpunina og sér þetta bara best í börnum og barn sem er bara maka í skjá allan daginn og tölvuleiki og samfélagsmiðla og annað missir í rauninni getur til þess að skapa allt svo í leik pappi, hvað er ég að gera? Pappi, hvað er ég að gera? Fattur þau? Við hættum að geta fundið út úr því og við missum einbeitinguna líka því einbeitingin hún er sprengt Ég hugsa svo mikið með þetta að þegar að pappi er alast upp hann fæddur 1933 þannig að hann er kannski þú veist undir Eyjafjöllunum og seinni heimsstyrjöldin fyrir gang þegar hann er þá 6-7 ára hann er kannski 8, 9, 10 ára þegar seinni heimsstyrjöldin er í gangi og maður getur ímyndið fyrir að sveitabæ undir Eyjafjöllunum kemur maður og ég er með fréttir voru búin að heyra við vorum ráðast á Normandí og allt í einu maður með fréttir ein frétt þú veist þetta er bara þú veist það setjast allir niður það komið maður með fréttir en það setjast niður ég var að heyra bara að Þjóðverjar væru að tapa skilji og svo er pappurinn fullorðinn maður og þá þú veist klukkan 7 þá hafði maður fréttir það er bara mikilvægt og svo þegar ég fer að alast okkar að segja þá skilur pappi ekki að ég hef ekki áhuga á fréttum þú ert að fá þetta svona daginn en ég er nefnilega ég stöð bara við snæðir að þessu svo okkar kynslu svolítið hún kynnist netinu að það bara ekki að tækja sig bíp og það getur bara verið mamma sem vil tala um mig eða einhver frænka mín eða einhver og ég tek alltaf upp tækið þegar það bípar því það er eitthvað mikilvægt svo ég er samfærið það svo núna mun koma kynslóð sem segir bara þetta grínast og ég láti eitthvað bíbi ykkur tæki stjórna mér ég ætla að vona það það er bara að hlýtur að gerast að þið sjá og þetta er alveg svo líka bara núna við erum að sjá þú veist litaskjáir og svona hi-fi það er svona að upplifun við erum alltaf mér finnst bara svona mörguleiti skjáir í dag og mér finnst þess að bíómyndir í dag er að verða eins og McDonald's matur það er bara búið að maksa fituna, orkuna, kolvennin og maður bara maður kemur út þarft ekki að horfa á eitt trailer og svo er maður keyrandi núna það er bara eitthvað svona auglýsingaskilti sem eru bara í LED þú veist, þetta getur ekki fengið að viðgangast mikið lengur eða fattið, þú veist, það mun koma önnur kynsla sem segir bara slakið á hana og mun sjá okkur sem bara svona wow, hvað þau nefndu því vitundin og hugafærið þarf að ná að fylgja með og við náum því ekki þetta veldur okkur þjáningu og eins og Ingólfur orðaði við brennum upp burnout þú veist, það eru allir í burnout okkar kynsla maður og það er ekki allir nei, ótrúlega margir, rétt, ekki allir og mér finnst það að vera líka ég tengi það mjög mikið við þetta að kannski, það er ekki nefnilega bara allir sér fórnarlömb, það er líka bara mér finnst rosalega margir sem ég þekki sem að bara er að láta drauma svona rætast þú veist bara en lenda í bara keira og frætta því að einhvern veginn það er bara á gaman veist. Já, ég held það sem ég alveg það er ekki það en til allir sér eitthvað þjáningu bara ég bara litur mér rætast og startaði litla fyrirtækið mín að bara brjála að gera við erum ekki sköpuð í svona æsing nei ekki svona rosalega, það er alltaf flegi ferð ég finn það bara sjálfur það er fullt af burnoutum, ef þetta er burnout ég veit svo sem ekki hvernig fólk skilgrinni burnout er það séu margan hátt það er örugglega rosa þægilegt eins og þetta er í Norður Kóreu komið svona Norður Kóreu gýr hann fótt í Norður Kóreu ég var í Norður Kóreu hvernig var það? Það var klikkað það er heilt átt nei, það var náttúrulega hræðilegt að mörgu leiti við komum hana, ég fyrir með félagavinum hann spyr mér ekki að skella okkur til Norður Kóreu og svo með lændi út og svo erum við náttúrulega bara teimt þarna bara eins og bara skilur kindur þarna allt alltaf undir the third eye, the all watching eye eða hvað það er all seeing eye
En svo öll ferðin bara þannig að við erum hérna teimdum og förum að skoða alls konar staði og svoleiðis. En það merkilegast að við þetta út á götu. Það engar auglýsingar, skilurðu. Það engin umferðarljós. Það ekkert áreiti. Það bara byggingar og fólki eins fötum að labba. Sjúklega þægilegt. Ef það maturubúð, sem örugglega eins og maturubúð, það var bara að mynda epli, teiknuð epli. Og barinn, það var bara svona bjór, svona eins og í Simpsons, skilurðu. Og svo skilur fatabúð, það var bara svona dömu sko. Og þetta ekki búð með búðaklukkum, við fórum inn í búða því ég heimtaði að fá að kaupa, ég var að safna fótboltatreyjum. Og ég tók ekki hana málin að þau færu með mig í búða að kaupa norður-kóresku landsliðstreyjun í fótbolta. Og það tók alveg 4 daga að plugga því sko. Svo loksins fundur stað sem þeir hafa sett upp hérna og við fórum og það einhver svona vindaskó eða eitthvað og við löpum inn og upp á 3. hæð og það bara svo þvott á þessi hjá. Svo bara eitt rekki og þar við búið að stilla nokkru treyjum og einhverju skýrtum og svo leiði sko. Oh my god. En það náttúrulega hræðilegt á sama tíma að vera sjúklega næs. Ekkert internet, bara vakna fyrir skólan að vinna. Nú ég að taka út sko einræðistilburuna hjá Kimma og allt þetta sem við svo sem getum ekki almennilega kannski átt okkur á hvernig sko. Ég ætla að lesa þessar frásagnir frá stelpunni sem gáði bókinu fyrir alls konar sem að svona svo sem segir okkur að þetta hræðilegt. Kannski betra að þetta flytur Ólafsfjarðar. Það örugglega sjúklega næs. En það þetta allt sem að stuðar okkur svo mikið sko, svo þannig ledljósinu það sko. Það bara þetta rosalegt. Amen. Eitt alltaf sem ég langar að fara inn í áður en við sleppum þér aftur út í myrkrið. Í rauðagerinu. Viltu að ég lappum með þér á göttuna? Já, kannski örgara, ég fór fylg. Sko, þegar að þessi unga dama náði ljósmynd af, sko, hún ekki ljósmynd af svartholinu. Hún ljósmynd af, sko, altså ljósinu altså í kringum svartholið. Maður settur þessu? Já. Og þetta samrændist í rauninni þessu módeli sem að til dæmis hafði verið gert og örugglega bara eitt dýrast og nákvæmasta módel sem hafði verið gert á svartholum fyrir Interstellar myndina sko. Klikkastöf sko. Þá þegar þau náðu þessari mynd þá var haldinn fyrirlestur hérna í háskóla, þá var eitthvað, hvað heitir hann, stjörnusævar eða eitthvað, einhver gaur sem alltaf í sjónvarpinu og var að halda hann einhver fyrirlestur og svo fekk maður að spyrja hann einhverja spurningu og það kom. Ég var hérna með dóttur minni sem ég dró með mér 7 ára gömul eitthvað kl. 10 kvöldi og alveg bara hvað að gera hérna skilur. Svo var hún sofnuð og maður mátti spyrja spurninga og þá kom það einmitt tíminn. Sko, endum við ekki öll þarna? Hvað handan svarthols annað en í rauninni þessi algjöra eining, þessi bön? Þetta ekki bara andadráttur? Erum við ekki að anda okkur úr þessari vitt og inn í nýja sko? Veist, og ég spyr hann eitthvað út í þetta, skilur hvað við? Þannig að við í rauninni bara miklu kvellinu svo við þekkjum hann, rauninni ekkert annað en bara eitthvað svona svarthols prump, fattarðu, úr annari vitt og þá talar hann að þetta sé svona eitthvað svona talað þetta í vísindaheiminum sko, sem kenning sko, þá þetta myndi heita The Big Crunch Theory og ég var bara yes ég fattaði þetta og ég þurfti ekki að lesa þetta sjálfur skilurðu, því þetta kom til mín en svo sko Big Bang, sprengingin sko, ef þetta sprenging og þá þenslan hún nær einhverjum ákveðnum hraða sko og hún í rauninni á að hægja á sér en þenslan virðist vera aukast skilur hvað við? Þannig að það er sko í stað þess að momentumið missi kraft þá það að fá í sig aukinn kraft og það meikar ekki sens einmitt og þá eru við komnir yfir í næstu kenningu altså the big freeze fattarðu? Já. Það sem að einmitt að afstæðan og milli eindana hún verður svo mikil að allt fyrir að kólna einmitt og við bara eitthvað við bara kristöllumst hvað hefur þetta að segja? Hver okay. Já, sko, mér finnst þetta geggjum pæling The Big Crunch sem að það sem mér finnst ég svolítið hrifinn af Sadhguru og Eckhart Tolle líka sem svona að tala alltaf mannamál þessa hluti og þá það alltaf þetta
þar sem að eðlis ávísunin okkar, eðlið okkar segir, einsað okkar segir að rétt, skiljið, þú veist, það sem við horfum á heiminn og ef þú hugsar, sko, þú veist, mér var svo skrítið, sko, eins og þegar að Stefán Hawking gáði bók sem að var talað sem bara svona sölu trikk, að hann væri í þessari bók, var hann búinn að segja að það þyrfti ekki úr Guð til að útskýra heiminn, þú veist, að hann til og þetta er bara svona algjör hártöganir til að búa til eitthvað publisherina sem þú veist, komið þess að hugmynd en það er svo gaman ef maður pælir eins og margir vísindamenn segja að Big Bang útskýri tilurð heimsins hvaða kenning er Big Bang? Big Bang segir í upphafi var allt efni heimsins þjappað í einn punkt sem er kallað singularity það er mikilvægt að átta þessu sko, kenningin Big Bang segir ekki í upphafi var ekkert Nei. Í upphafi var allt til Já, einmitt það er smá fundamental punktur á það sem menn svona hoppi yfir þetta er ekki kenningi sem útskýri hvernig allt var til af því að í Big Bang kenningunni í upphafi var allt til það var bara þjappað svo lítið punkt og við sáum það ekki Billjón gráðu heitt Já, billjón gráðu heitt, en til þannig að ég strax koma að byrja, ok, hvernig getur þetta útskýrt hvernig heiminn var til svo springur hann út, búm og þennst út og hvað, samkvæmt öllu sem þekkjum horfum á öldur sjávar, horfum á hljóðbylgjur horfum á líf okkar sem tölum áðan, risið fallið, þú veist það er, samkvæmt því sem ég horf á heiminn, það sé hann hlýtur að þurfa að draga saman ég er eðli sínu samkvæmt já, eðli sínu samkvæmt þarf að eigast þetta crunch já, en ég sem myndi segja það já, en þeir eru að sjá í mótstæðar nei, sem sagt, jú, ég ætla ekki að segja nei en að segja, þú veist, svona þýjóriður vísindamanna eru ennþá bara í eiginlega jafn miklar svona hugleiðingar eins og bara okkar hugleiðingar að það er ennþá bara svona það er ekki búið að sanna það einhvern veginn og það er ennþá bara svona það er bara því einhver vísindamann sagði þá er það meiri vikt, eðlilega en það er ekki kannski orðið en mér fannst svo flott í Interstellar að því að eins og ég upplýði Interstellar þá var þetta þannig að svarthólin voru eins og hann fór inn í svarthól að þá einmitt það sem gerist á það hann fór út úr efnisheiminum hann fór inn í andlega heiminn í lokin að hann fer og akkur þetta sem ég var að tala með skákina það er sýnt svo vel að þú veist í staðin fyrir að sé bara svona svífandi í geimi þá allt í einu opnast svona eins og spírall það eru vítirnar og allt í einu sko ferðast hann bara eftir svona brautum og við sjáum hann ferðast í tíma og rúmi og það komast konar það er að gefa okkur vísbendingar það er að sína hlutu fortíðinni hans og hann ferði eitthvað fram og aftur í tíma það er að sína okkur, já, hann er greinilega getur ferðast í tíma ok, og hann er eitthvað að ferðast í tíma og hann er í ykkur svona sjövíta hann er ekki lengur bara í völundarhúsi þar sem hann lappar hérna, hann er í ykkur svona multidimensional völundarhúsi en það sem er fundamental hugmyndin í Interstellar sem er mjög svo geggið að svo hann er þarna bara sál inn í svarthóli að bara ferðast í vítunum sálin, bara vitundin en það er tókkraftur og tókkrafturinn er ástans á dóttir hans þannig að hann allt í einu sogast og hann er komin inn í fortíðina og hann er að horfa hana inn í herbygginu og hann fattar ég sé dóttir mína af hverju er ég komin til hennar ég komin aftur í tíman get ég haft hana og hann fer að prófa að banka og hann fattar að hún heyrir og þá fer að senda henni morskeiti í gegnum bækurnar og þetta er svo gegga og það var nefnilega sem ég var svo mikið að lesa með það hvað var það að pæla á og mér finnst það svo flott hugmynd að það var þetta að þegar öll eru búin gólt í þessum rosalega flókna heimi sem að maðurinn getur ekki skilið þá er samt sko kærleikurinn okkur vantar kannski betra orðið við það bara love kallar það samkennd bara samkennd, ástin hún er einhvers konar það er einhvers konar æðra afl það er bossin já, það er einni æðsta aflið sem maður getur það tengt sig inn í og það takir mann heim
Amen. Fucking hey. Ég bara, ég segi ekki nátt. Ég bara heima á Indistöðan. Þetta er bara geggjað, ég var beint heima á Indistöðan og elskast. Ég bara með eitthvað svona vísindalega andlega stampínu nú, sko. Það gaman maður. Það geðvegt að fá þið hérna. Takk fyrir. Yes. Og þannig að við fáum örgulega hérna að fáum þið aftur. Bara þetta var æðislegt. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Takk. Geggjað.